Já, Sipp og Hói, velkonir báðu tveir. Við skulum bara aðeins byrja á þessari stefnuræðu forsætisráðherra og því sem á eftir kom þetta í gærkvöldi. Var raunhæft að ætlast til þess að það kæmi hugsanlega svona einhver vottur á lausn út úr þessum umræðum hérna á Alþingi í gær? Byrjum á þér, Gunnar Smári. Nei, allavega bjóst ég ekki við því. Ég fór á sinfóníutónleika og frábær hljómsveit, frábært prógram og ég satt hann og hugsaði að það var líklega 63 manns upp á sviðið eða svo. Ég hugsaði hvað við sem fáum þjóður heppin að eiga svona frábæra hljómsveit. En ég held að það sé ekki við Alþingi. Ég held að við sé ekki eins heppin með val á alþingismönnum eins og hljómsveitarmönnum. Er það liðónýtt áhöfn, svo við notum bara sjómanum? Nei, eldhúsdagurinn er svona eitthvað málfundarform sem hvað langt síðan að vera eitthvað fréttnæmt gerst á eldhúsdegi eða við stefnuræðu. Hannes, hefði ekki verið eðlilegt að forsætisráðherra notaði tækifærið og ræddi hugsanlega einhverjar lausnir á þessum atburðum síðustu daga og því sem fram undan er? Ég vil nú segja það, mér finnst þetta nú dálítið ósanngjarn uppsetning hérna þegar þetta er kynnt þannig að stefnuræða forsætisráðherra hafi valdið vonbrigðum og síðan upplýki ég á þér það að þar hefði átt að koma fram einhver ný tíðindi. Ég velti því bara upp, hvort að það hefði verið eðlilegt. Ný tíðindi það hvað ætti að gera. Vegna þess að það er ekki réttur vettvangur. Að það sem menn þurfa að gera þegar það eru svona erfiðleikar, það er að þeir þurfa að leysa málin í kyrrþey og í viðkvæmum samningaviðræðum, þegar verið er að reyna kannski að útvega erlend lán eða verið að reyna að útvega fjármagn, þá er ekki hægt að hafa beinar útsendingar frá því. Mér finnst ekki að fjölmiðlar geti stillt málin upp þannig að það er að gera. Og eitt af því sem þarf að gera í svona erfiðleikum eins og núna það er að gæta tungu sinnar. Ég veit að segja það eins og að það kom mér stórkostlega óvart að prófessor við Háskóla Íslands skyldi núna í morgun efna til hræðslu. Það er eitt sem er alveg ljóst í þessum erfiðleikum sem núna eru. Það er að innstæður almennings í bönkunum, þær eru tryggðar. Íslenska ríkið hefur alveg bolmagn til þess að tryggja að sparifé almennings. En það sé algjörlega hreinu. Þannig að við erum ekki að fara að búa til hræðslu þar sem hræðslan er ástæðulaus. En á ekki að tala hreinskilnislega? Er það og á að vinna öll þessi mál í kyrrþey? Þetta er jú kjörnir fulltrúar. Við skulum til þess taka eitt dæmi hvernig menn vinna. Og ég ætla ekki að taka dæmi núna kreppuna heldur allt annað. Við skulum segja það að ég þurfi lán. Þá er kannski ekki besta leiðin að ég fara að segja þér það í beinni útsendingu hér að ég þurfi lán svo að lánveitandinn... Nei, það kemur mér það eftir ekki við. Þú ert að spyrja mig, þannig að ég má nú kannski þá svara. Þannig að lánveitandinn, hann hafi ekki kjörina því að veit að ég þarf lánið. Þú verður að vinna sum mál, fjarri glauminum, fjarri hljóðnumunum og gera það af ábyrgðarkennd og alvöru og gæta orðaðina. Við erum ekki alltaf í beinni útsendingu með alla hluti í lífinu. Ég held að Gylfi Magnússon er eini maður í Íslandi sem hefur sagt satt í dag. Ég var að horfa á fréttirnar. Mér finnst að það eru ráðamenn eru búin að mana hvorn annan upp í það og forráðamenn í viðskiptalífinu að það sé svona í lagi að ljúga og menn bara ljúga ástandið. Eina sem að Gylfi gerði, hann benti á það allir nektir. Það er nú líkingur úr, þetta verið Buffett sem bjóna til að þegar fjarar út þá sést hverjir á sundskilum. Hann benti bara á að allir íslensku bankarnir, allt íslenska viðskiptalífið er bara nakið. Þú fullir það bara? Það er bara þannig. Hann var ekkert að hvetja til þess að menn rykki út og tæki út innistæður sínar. Ég held að þurfa að ganga mjög mikið á til þess að það gerist einhvers staðar í vestrænu ríki að sparifjáreigendur sem eiga inn á venjulegum bókum tapi peningum sínum. Ég held að það verður það mikill hagsmunir bara í Evrópu og Ameríku að menn kæmu hingað til þess að bjarga því að svo er það ekki. Ég sammála það, það er engin... En ég held eins og að það sé alveg ljóst að allir bankarnir ramba á barmi gjaldþrots. Þeir eru svona verksmiðjur sem eru búin að lána til lengri tíma hérna megin. Þeir þurfa fjármögnun til mjög skamms tíma hinum megin og það er bara búið að skrúfa fyrir. Ég held, var ekki fréttunum núna að skuldatryggingarálagi verið komið upp í 5.000 púnta. Þetta er svo fáránlega tölur orðið. Þetta hefur jafn mikla merkingu að þessi 11 milljón% verðbólga í Zimbabwe. Þetta er komið út yfir allan þjóðarbólk. Ég tekið undir það er eiginlega engin leið að bankar sem lendir þessari stöðu geti snúið við. Ég tekið undir eitt með Gunnari Smára og það er það að við þurfum að gera okkur alveg grein fyrir því að ástandið er mjög alvarlegt. En það er ekki vonlaust. Og það er ýmsar ástæður til þess að það er ekki vonlaust. Og tvær eru alveg augljósar. Önnur er svo að það sem við erum að flytja út, eins og ál og fiskur, það er í háu verði. Hitt er sem að við vitum að kreppur koma og kreppur fara. Við vitum ekki nákvæmlega hvenær þessu linnir og hvenær aftur fara að myndast lánalínur
og annað þess áttar, en við vitum að það gerist einhvern tímann. Þannig að við megum ekki heldur vera með of mikið svartakalsraus, en ég tek undir það að við verðum að horfast í augu við þetta, það þýðir ekki fyrir okkur að vera í afneitun. Einlega til að horfast í augu við það er að vita það að íslenska ríkið getur ekki staðið, segjum að þessi lánsfjárþörf í heiminum í hálft ár, 9 mánuði eða 12 mánuði, sem er alls ekkert ólíklegt. Vegna þess að það er algjör þurrð alls staðar í heiminum. Það fer engin lán nokkur staðar í heiminum. Það er verið að vonast til þess að með afgreiðslu Bandaríkjaþings þá fari þetta svona hægt og bítandi í gang. En þá eru alls konar bankar, alls konar ríkisstjórnir, alls konar sveitarfélög, alls konar fyrirbrigði á undan okkur í röðinni fyrir að fá endurfjármögnun. Kaupþing banki eða Íslenska ríkið er mjög aftarlega, þannig að físískt að við náum því að endurfjármögnun á leiðinni er ekki miklar. Og Íslenska ríkið er ekki nógu stórt til að standa undir þessu, lífeyrissjóðnir er ekki nógu öflugir til þess að brúa þetta bil. Og það er það sem við ættum að fara að horfast í augu. Þess vegna ættum við að velta fyrir okkur. Ef undirstöðunar eru svona góðar, sem er ál, fiskur, kannski ferðamennska, ung þjóð og eitthvað fleira, þá eigum við að einblína á það að bjarga íslenska hluta bankakerfisins. Og þá hefði Seðlabankinn og ríkisstjórnin átt að setja glitni á hausinn og kaupa íslenska hlutan út úr þrotabúinu. Þú ert í bankaráði Seðlabankans. Ertu sammála þessu sem að Gunnar Smári er að segja? Ég held að við verðum að reyna eins og við getum að bjarga bara íslenska fjármálakerfinu og reyna að tryggja stöðuleika í fjármálakerfinu. Og ég myndi aldrei, ef ég væri nú sammálunum, þá myndi ég náttúrulega ekki segja það hér. Ég held að hann benda á ákveðna erfiðleika sem er skuldsetning bankanna erlendis. En mér langaði bara til þess að benda á hitt að það er engin áhætta fyrir menn að eiga sitt sparifé í íslenskum bönkum og það er fullkomlega ástæðulaust að fara að taka sparifé út úr bönkunum. Mér finnst að það þurfa að liggja dálítið fyrir. Hins vegar er mjög eðlilegt að þeir sem eiga hlutafé í þeim og þeir sem eiga inn í þessum sjóðum sem við höfum fengið svona nasasjón inn í síðustu viku. Það er mjög eðlilegt fyrir fólk að taka út af þeim sjóðum og flytja það inn á bara venjulega sparisjóðsbækur. Því að sjóðirnir eru ekki tryggðir. Aðeins að þessari glitnisyfirtöku og svona eftirleiknum. Hvernig horfði þetta við þér, Gunnar Smári, þessi atburðarás síðustu helgi og já, svona eftirleikurinn að þessu? Því það náttúrulega, það fjallu ansið þung orð og talaði um bankarán og menn lýstu bankan gjaldþrota og þetta svona gekk einhvern veginn á víxl og ég veit ekki hvernig þetta horfði við svona almenna launafólki að fylgjast með þessu. Þakka fyrir að kalla mig svona almennt launafólk. Já, Jú, ég er heimaðið húsmóðir. Mér fannst eins og alltaf vera, þá komu upplýsingarna svo hægt, sko. Af því að það er allir að ljúga og það er allir fréttatilkynningar, það er alltaf svo takmarkar upplýsingar í þessu. Að maður þarf alltaf að bíða í svona 2-3 daga þá til að svona raunverulega staðan komi fram. Þannig að fyrstu 2 dagarnir voru svona bara venjulegur íslensku glundroði. Það stóð fullyrðingu og þú gast verið að vali hverjum átt að trúa, mjög ósamstæða sögur. Það sem ég held að sé síðan að koma í ljós er að banki var einfaldlega komið inn í þrot. Það þurfti að bregðast mjög hratt við og ég held að það hafi verið rétt mat í ríkisstjórninni og Seðlabankanum að þeir höfðu bara þessi helgi. Það er tekið þessi ákvörðun að henda þarna inn hlutafé sem að má deilum. Ég held að hinn ákvörðunin, þetta var mildari útgáfan, hinn ákvörðunin hefði verið að senda bara á hausinn og kaupa íslenska hlutina. En það hefði þýtt það að það sama hefði gerst með hinna bankana líklega í þessari viku. Hannes, það er svona orðið svona gusta töluvert Seðlabankastjórann, Davíð Oddsson í vikunni. Má ekki alveg færa rök fyrir því að það sé óheppilegt að hafa svona pólitískan bankastjóra? Það er alveg að færa rök fyrir því að maður ætti ekki að vera með pólitíska fréttamenn sem hafa kannski verið að starfa fyrir stjórnmálaflokka. Ég er ekkert endilega að halda því fram. Auðvitað hefur Davíð sína fortíð. En er hún ekki að flækjast fyrir, eins og hún? En hann er eins og mjög öflugur maður. Og ég held að það alveg rétt hjá Gunnari Smára að í þessari aðgerð sýndi hann það því að þetta var gert hratt og örugglega, það sem gert var. Það orkar auðvitað allt tvímælist þá að gert er. Og það eru auðvitað rök fyrir ákvörðunum, en ég verð nú að segja það að mín skoðun er svo að það átti náttúrulega að fara eins mildilega í sakirnar hægt var. Og það var það sem gert var á þessu. En ég held að þorrið þjóðarinnar treysti Davíð mjög vel. Þannig að þetta, þó að þetta orki tvímælis að þá skipti það í raun og veru engu máli? Ég er að segja það, ef við vissum alla hluti, ég veit ekki, það getur alveg að þú vitir alla hluti. Ég er ekki að segja ég veit neitt, ég er bara að spyrja það. Þetta snýst þetta kannski ekki þína persóna, heldur það að ég verð að segja eins og að ég er stundum í dálum vafa þessa hluti, ég er ekki alltaf viss hvað er rétt að gera og hvað er rétt að gera ekki. Varstu í vafa þetta? Ég held að það hafi verið fær mjög sterk rök fyrir því að gera þetta.
og ég held að við verðum að reyna að gera þess við getum til að bjarga því sem bjargað verður hér á Íslandi og þarna komu mennirnir í sínum vandræðum til Seðlabankans og Seðlabankinn hann ákvað að fara þessa leið. Ég held að hefði verið óðs manns æði að veita lán. Ég held að það hefði bara framlengt vandann í staðinn fyrir að það verið tekið á honum og hitt hefði verið of harkalegt að fara í gjaldþrot. Aðeins varðandi Davíð, það nú líka óvanalegt að einhver komi fram og tala smjörklípu og það sé varaformaður Sjálfstæðisflokksins eins og var í gær sem að var að veita Davíð einhverjar ákúrur fyrir einhver ummælum þjóðstjórn. Hvað fannst þér, bendir það ekki til þess að þetta sé nú eitthvað svolítið trist þetta andrúmsloft þarna á milli? Ég veit það nú ekki, ég held eins og það sé rétt við það hafi ekki gerst bara síðan einhvern tímann á 8. áratugnum að Davíð það mátt þola gagnrýni frá innan úr Sjálfstæðisflokknum. Já, ég vissum að það hafi verið heitt undir honum kannski í gær og Þorgerður hafi verið að kannski að henda ykkur í samfylkinguna svona til þess að friða hana með þessum ummælum eða ekki. Ég engin sérstakur aðdáandi Davíðs Oddsson og það hefur ekki verið það. Hann hins vegar svona maður sem að þú veist, hann hefur kosti og hann hefur galla og það eru mjög stórkallalegi gallar og mjög stórkallalegi kostir. Ég held að sömuleyti við getum þakkað fyrir að hafa hann í Seðlabankanum núna því að þetta hafi sýnt sig svona síðustu helgi og það sem líður á vikuna að hann einn fárra manna sem í þessu sviði sem hefur svona karakteri til að taka erfiðar ákvörðanir. Og það því miður þá hefur ákvörðunir einhvern veginn, meðal annars fyrir fyrirferð Davíðs, þurrkað út slíka menn úr Sjálfstæðisflokknum og víða úr íslensku stjórnmálum. Langaði til þess að segja það að ég tel að það sé ekki á verksviði ráðherra að greina frá trúnaðarsamtölum á ríkisstjórnarfundum. Þú hlýtur að vera sammála mér um það. Það er ekki á verksviði þeirra. Enga skoðun á því. Og það er annað sem að mér finnst, ef að það er mjög alvarlegt ástand, ef það til þess væri rétt sem Gunnar Smári er að segja hér. Já, ef það er einhvern tími fyrir þjóðstjórn, þá verður það undir slíkum kringumstæðum. Þannig að þú heldur að það væri hugsandi að... Já, mér finnst bara ekki viðeigandi að ráðherrar séu að greina frá því sem sagt í trúnaði. En finnst þér viðeigandi að Seðlabankastjóri Mér finnst bara ekki viðeigandi að ráðherrar séu að greina frá því hvað fer fram í trúnaðarsamtölum inn á ríkisstjórnarfundi. Það er ekki á verksviði þeirra. En það sem er á verksviði Seðlabankastjórans, það er að reyna að vinna að hag og heill þjóðarinnar og að taka þátt í því að bjarga því sem bjarga verður. Blanda sér inn í pólitíkina? Finnst þér hann ekki að blanda sér of mikið inn í pólitíkina þannig? Já, sko, ef þú ert þeirra skoðunar að þurfi víðtæka samstöðu, þá getur þú kannski reynt að láta hann í ljós í trúnaði við ráðherra í ríkisstjórninni án þess að þeir fari síðan að hlaupa með það í fjölmiðla. En bara svona fyrir utan þessa kreppu sem má rekja til þessara undirmálslána í Bandaríkjunum og við þekkjum alveg þá umræðu, hvers vegna erum við komin í þessa stöðu hérna á Íslandi? Ég bara byrja á þér, Hannes. Ég held við sem komin í hérna vegna þess að bankarnir, þeir fóru, sko það er alltaf auðvitað að vera vitur eftir á. Bankarnir voru djarfir, þeir lánuðu mjög mikið út, síðan kemur í ljós að sumta þessum útlánum þeirra, það er ekki nægilega miklar eignir á bakvið það, sérstaklega þegar á móti blæs eins og nú gerir og þess vegna eru þeir í þessum vandræðum. Og það sem við þurfum að gera er að fyrra síðan íslenska skattgreiðendur og íslenskan almenning þessum vandræðum því að það er ekki það fólk, það er ekki fólki sem er að hlusta á okkur sem bjóð til þessi vandamál. Það eru miklu frekar ævintýramenn og glannar. Og ég var að segja, já, má ég aðeins einmitt taka eitt dæmi um það hvernig þessi hlutir eru. Að hér á sínum tíma þá átti að afhenda ævintýramönnum Orkuveitu Reykjavíkur. Og það voru 6 borgarfulltrúar sem sögðu nei. Þá var allt vitlaust. En var ekki þá uppafið að þeim var afhendi bankann? Allir fréttamenn eins og þú, þeir bara tóku þá einhverja þriðjunga yfirheyrslu eins og þú ert að reyna að taka mig núna. Hérna þegar þeir voru í rauninni að koma í veg fyrir þetta og þetta eigum við ekki að gera. En var þá ekki alveg eins vitlaust að afhenda þessum mönnum bankann? Annað dæmi það að Davíð Oddsson, hann varaði við bæði ofurlaununum og hann varaði mjög við gengislánunum sem að heimilin voru að taka. En var þá ekki rangt að afhenda þessum mönnum bankann? En þú hefði engan tíma til þess að hlusta á slíkar viðvaranir. Það er bara haldið áfram. Hérna, hratt. Nú, þá spurðu já, góðra spurningar. Og við þurfum auðvitað alltaf að velta fyrir okkur hvað er rétt og satt í því. Var rétt að selja bankana? Já, menn mega náttúrulega ekki gleyma ástandinu sem var áður. Þegar það voru þar dremnir skömmtunarstjórar stjórnmálaflokkana. Þegar menn þurftu að annarkvort að veifa fæðingarvottorði eða flokkskírteini til þess að fá lán. Þannig að tvennu illu var betra að gera. Já, viljum við þá tíma? Ég held ekki. Ég held að segja betra fyrir okkur að reyna að komast út úr þessum vandræðum og snúa bökum saman öll þjóðin. Við skulum láta þessu lokið hérna. Ég þakka báðum kærlega fyrir komuna. Við sjáum hvernig þetta fer í næstu viku.